Komið sæl og velkomin á 597. fund Bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar, haldinn í fundarsalnum 20, 50. 30. nóvember klukkan 5. Á fundinum sitja Sandra Sigurðardóttir, Halldór Bergmann Hreinsson, Njörður Sigurðsson, Dagný Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Alda Pálsdóttir, Pétur G. Markan og Íris Bergmannsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Eru athugasemdir við fundarboðið? Og þá göngum við til í lið 1. Það er fundargerð bæjarráðs frá 16. október og þar afgreiðum við liðið sérstaklega númer 2, 9, 10, 11 og 12. Við byrjum á lið 2, bréf frá Sambandi Sunnlenskra sveitarfélaga frá 12. október 2005 og þar er lagt til að bæjarstjórn samþykki samstarfsyfirlýsinguna svæðisbundna samráðsvettvang í þágu barna og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðst, þá legg ég þennan lið undir fundinn til samþykktar, gjafmerki sem samþykkja og hann er samþykktur samhljóða. Þá förum við í lið númer 9. Það er tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun vallarsvæði, vallahús og við afgreiðum hann sérstaklega. En það er lagt til að bæjarstjórn samþykki viðauka við fjárhagsáætlun 2005 að upphæð 6 milljónir vegna launakostnaðar á vallarsvæðinu, aðstöðuhús og auknum útgjöldum verði mætt á bókhaldslið 21.010 9990. Undir annar kostnaður og orðið laust. Forseti, ég er svona veltið fyrir mér í ljósi stöðunar á Gerðugrasvellinum hvort að þessa kostnaðaraukningu sé þörf bara með við, þetta og hvað þá sá starfsmaður sem á að vera þarna muni gera. Takk fyrir þetta var aðeins til umræðu hjá okkur. Það var búið að taka þetta fyrir bæjarráði áður en til seinkurinn kom. Það er yfirmaður þarna sem stýrir starfsfólki og það er svona svolítið bara lagt í hendurnar á henni. Við ræddum það hvort það þyrfti að taka heimildina tilbaka en við ákváðum að halda henni inni og en að halda það sem við eitthvað inni. Einhver aðrir sem vilja bæta við í bókið? Það er svona svarar þetta spurningu. Já, takk. Að þá legg ég viðaukann hér til samþykktar undir fundinn, gjafmerki sem samþykkja og hann er samþykktur samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 10, samningur við nemendur 7. bekkjar grunnskólans á Hveragerði umhverfishreinsun og þar er lagt til að bæjarstjórn samþykki samninginn við nemendur 7. bekkjar í grunnskólanum á Hveragerði umhverfishreinsun og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðst, þá legg ég þennan lið undir fundinn til samþykktar, gjafmerki sem samþykkja og hann er samþykktur samhljóða. Það er komin í lið 11 samningu við 10. bekk aðstoð við skólastarf í grunnskólanum og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki samningi við 10. bekk aðstoð við skólastarf í grunnskólanum og orðið laust. Og þá legg ég þennan samning undir fundinn til samþykktar þegar gjafmerki sem er samþykkið og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það liður 12 samningu Hveragerðisbæjar við landferðir EHF akstur skólabarna, íþróttir, viðauki og við afgreiðum hann sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki viðaukann við samning Hveragerðisbæjar við landferðir EHF akstur skólabarna í íþróttir og orðið laust. Alda, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar svona aðeins að byrja á því að fagna því að við séum að auka við aksturinn. En mig langaði að athuga, er komin akstur fyrir alla greinar og alla flokka núna í vetur í Þorlákshöfn og Selfoss? Takk fyrir þetta. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir hreyfendur. Þarna er verið að afgreiða viðauka vegna íþrótta- og tómstundaferða sem við höfum verið að greiða og veita bjóða upp á. Við teljum að við séum búin að ná utan um þessa þjónustu. Nei, að því leytinu að við vorum að fá inn núna beiðni akstur núna vegna þess að ráðgert hafði verið einhverjar æfingar á nýju Gerðugrasvelli og það tefst aðeins. Þannig að þá eru komið strax æfingar sem við þurfum með einhverjum hætti að brúa í þann tíma. Og það er bara verið að leita samninga við landferðir það. Þannig að ég held að það náist. En þetta er eins og þið bara heyrið
mál sem dálítið mikið á lífi og að breytast, þannig að við erum eiginlega svolítið hérna innandyra að finna út úr þessum harðum dag frá degi. En það góða í þessu að við erum í góðu sambandi og góðu samtali við Hamar íþróttafélagið, þannig að og bara síðast fundaði ég með Hamri á þriðjudag þar sem ég var að fara yfir stöðuna á gervigrasinu og þar með að ræða ferðir sem þurfa þá að koma til og meðan við erum að bíða. Þannig að þetta svona í samandregið staðan á málum. Þeir sem vilja koma upp undir þessum lið. Þá legg ég þennan viðauka við samning undir fundi til samþykktar og þeir gefa merki sem samþykkja og það er samþykkt samhliða. En þá er það fundargerðin öðru leyti. Orðalaust. Og þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar, gefa merki sem staðfesti fundargerðina á hann er staðfest. Þá er það liðið 2 fundargerð bæjarráðs frá 7. nóvember. Og þar afgreiðum við sérstaklega lið númer 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 15. Fyrsta liðinu sem við tökum fyrir núna er lið númer 4, bréf frá Tónlistarskóla Árnesinga frá 17. október. Og þar lagt til að bæjarráð samþykkir að fjölga tímum hjá Tónlistarskóla Árnesinga til tónlistarkennslu fyrir árið 2026 um 8 klukkustundir og er tillaga þess efnis lögð fram í fjárhagsáætlun fyrir árið 2026. Orðið laust. Jón, ekki svo. Já, forseti, mér langar bara svona að fylgja þessu eftir að ég held að mér langar að svona hvetja okkur bara til þess að samþykkja þetta og eins og við ræddum aðeins í bæjarræðu þá er komin aukin áhersla á málblásturshljóðfæri þannig að kannski fáið Lúðrasveit Hveragerðis aftur hér á kortið. Við ræddum þetta einmitt að það er fluttur í bæjarfélagið kennari sem að getur kennt á slík hljóðfæri þannig að ég allan að hvetja okkur til þess að samþykkja þetta. Takk. Þá legg ég þennan leiðandi fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykkið og hann er samþykktur samhliða. Þá er liðið 6 hamarskvöld í Sundi. Þar legg til að bæjarráð samþykkja að greitt verði aukalega 1 klukkustund í yfirvinnu fyrir starfsmenn og frítt verði í Sund á meðan viðburðurinn stendur fyrir foreldra dagana 12. nóvember og 16. desember. Orðið laust. Já, fyrsti viðburðurinn var í gær og ég held að það hafi bara gengið vel. Ég heyrðist það á bæjarbúum að það hefði verið skemmtilegt. Þannig að ég ætla að setja í dagbókina mína 16. desember til að sjá ekki fundi frá. En ég legg þennan leiðandi fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykkið. Og hann er samþykktur samhliða. Þá er það liðið 7 verðkönnun í útboð á öryggisþjónustu fyrir Hvergisbæ. Það er lagt til að bæjarráð samþykkja að taka tilboð Lótu í útboð á öryggisþjónustu fyrir Hvergisbæ. Orðið laust. Og þá legg ég þann leiðandi fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykkið og hann er samþykktur. Þá er liður 8 sértæk stuðningsþjónusta fyrir einstaklinga yngri en 60 ára. Það er lagt til að bæjarráð samþykkja að setja á fót sértæka stuðningsþjónustu fyrir einstaklinga yngri en 60 ára. Orðið laust. Já, hann ekki svo. Forseti. Já, mér langar bara aðeins að rúlla yfir minnisblað frá þeim ágætu deildarstjórum okkar. Kannski svona að koma aðeins inn á það að hér er ekki endilega verið að ræða um einhverja nýja þjónustu, heldur verið að búa betur utan þjónustuna þannig að hún fari inn í rauninni ákveðin svona ramma. Í rauninni þegar að við færðum okkur yfir í gott að eldast fyrir svona 60+ að þá var þetta kannski verkefni sem var svolítið svona innanhús þá eftir og hér höfum við verið með svona þjónustu þar sem við erum verið að bregðast við ákveðnum verkefnum og alveg góð og vel veitt þjónusta en hér erum við bara svona að ramma þetta inn og koma þessu í ákveðið svona skipulag og í bæjarráði bókum við allan á það leiða svona að það er tekið saman kostnaðurinn kringum þetta og þetta svona fest í ákveðin ramma. Takk fyrir. Þakkir Jóhanna. Fleiri sem vilja kannski koma þessum lið? Ef ekki, þá legg ég þennan lið undir fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykkja og það er samþykkt. Þá er það liðið 9 samningur eignarnám Hrauntunga 20
og að fenginni fyrirliggjandi umsögn Skipulagsstofnunar og til 1. og 5. tölulið 2. málsgreinar 50. grein skipulagslaga nr. 123/2010 staðfesti bæjarstjórn fyrri ákvörðun sína frá 12. júní 2025 eignarnám lóðar nr. 20 við Hrauntungu í Hveragerði. Landnúmer 200-257, fastanúmer 234-3286 eins og hún afmörkuð á fyrirliggjandi upprætti dags 10. apríl 2025 í samræmi við fyrirliggjandi eignarnámssamning Hveragerðisbæjar og eignarnámsþola frá 23. maí 2005. Orðið laust. Engin kveðið sér ljóst, þá legg ég þennan lið undir fundi til samþykktar. Og já, afsakið mig, ég ætla að vera aðeins að fljóta mér og bókunin hér eftirfarandi. Bæjarstjórn samþykkir jafnframt fyrirliggjandi drög af afsali og felur bæjarstjóra að undirrita það og að vísa málinu til matsnefndar eignarnámsbóta til frekari meðferðar í samræmi við fyrirliggjandi eignarnámssamning lóðina og þetta ætla ég að leggja undir fundinn til samþykktar. Gef merkis að samþykkja og það samþykkt samhliða. Þá það liður 10 þjónustusamningur við Íþróttafélagið Hamar aðstöðu í kjallara íþróttahússins við Skólamörk og það lagt til að bæjarstjórn samþykki þjónustusamning við Íþróttafélagið Hamar aðstöðu í kjallara íþróttahússins við Skólamörk. Orðið laust. Og þá legg ég þennan lið undir fundi til samþykktar þegar gefa merki sem samþykkja og það samþykkt samhliða. Þá það liður 15 samningur við Íþróttafélagið Hamar og það lagt til að bæjarstjórn samþykki samning Hveragerðisbæjar við Íþróttafélagið Hamar afnotarétt að kjallara íþróttahússins við Skólamörk. Orðið laust. Engin kveðið sér ljóst, þá legg ég þennan lið undir fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykkið og það samþykkt samhliða. Þá það fundgerðin að öðru leyti og ég opna fyrir mælskrá sem að lega þetta máls. Ef ekki, þá legg ég bara fundargerðin undir fundi til staðfestingar, gefa merki sem staðfesti fundargerð og hún staðfest. Þá við komin í lið 3, fundargerð skipulagsnefndar frá 4. nóvember. Þar afgreiðum við lið sérstaklega númer 2, 3 og 4. Og það liður 2, deiliskipulag miðbæjar, deiliskipulagsbreyting vegna tilfærslu íþróttahúss. Og þar lagt til að bæjarstjórn samþykkja að fresta afgreiðslutillögu af breytingu á deiliskipulagi miðbæjarsvæðis og breytingi vegna íþróttahúss sem dagsett 3. september 2005 til næsta fundar. Orðið laust. Og þá legg ég þetta undir fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykkið og það samþykkt samhliða. Þá við komin í lið nr. 3, heiðmörk 30-36, grundarreitur, skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag og breytingu á aðalskipulagi við afgreiðum hann sérstaklega. Já, vel. Þetta vikur fundi klukkan 17:12. Og það lagt til að bæjarstjórn samþykkja auglýsa skipulagslýsingu deiliskipulags fyrir heiðmörk 30-36 sem byggir á aðalskipulagi Hveragerðisbæjar. 2004-2037 í samræmi við 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust. Mjög laust og svo. Forseti, ég langar bara að vekja athygli á gróðurhúsunum á þessum reit, sérstaklega athygli á því sem nefnt í samantekt sem að Landform gerði, eða skýrslu sem að Landform gerði fyrir nokkrum árum varðveislu mat á gróðurhúsum í Hveragerði. Það sérstaklega fjallað þennan reit. Þetta mikilvægt að við höfum þetta í huga í framhaldi málsins. Og það til dæmis nefnt að varðveislu gildi þeirra húsa sem eru einmitt á þessu reit, þar sem er Garðyrkjustöðin Neðri Ás, hafa verið metin með miðlungsvarðveislu gildi. Og því lagt til að stöðu þeirra í bæjarmyndinni verið veitt athygli og skoðu nánar ef til breytinga kemur. Svo segir þar bæðir að ræða hús sem vegna fágætis hafa miðlungsvarðveislugildi en einnig götumyndir sem hafa þýðingu fyrir bæjarmynd Hveragerðis í heild sinni. Og í skýrslunni segir jafnframt með leyfi forseta, ekki tekið afstæða til þess hvort vernda beri þessi hús með einhverjum hætti, heldur bent á mikilvægt sé að kanna stöðu þeirra betur áður en þau verða hugsanlega rifin eða þeim breytt. Mikilvægt að það verði gert í samráði við lóðarhafa, það að segja eigendur, minjastofnun og bæjaryfirvöld. Staðreyndin sú að svo hægt sé að eiga gróðurhús til framtíðar þarf að tryggja rekstur og viðhald þeirra svo nýta megi þau áfram með hagkvæmum hætti. Þannig að hérna svona skilaboð í þessari skýrslu hvernig skuli
fara yfir þau mál þar sem að standa gróðurhús á reitum sem að verið að skipuleggja að nýju og þannig að sé tekin upplýst afstaða til þeirra gróðurhúsa sem að munu mögulega hverfa eða mögulega eitthvað af þeim verða eftir. Þannig að svo kemur hérna fram, það ekki verið að leggja til að allt verði varðveitt þarna eða eitthvað sé varðveitt, heldur að það sé skoðað og tekin upplýst afstaða um það og þetta mjög mikilvægt að bæjarins hafa þetta í huga við í framhaldi málsins. Takk fyrir það, Finnur. Þetta sé fínt bara að við leggjum þetta fyrir aðalskipulagsnefndina næst og þetta verði skoðað þar í því samhengi. Það var mjög gott, fyrir þakkir. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Þá legg ég undir fundinn að samþykkja að auglýsa deiliskipulagslýsingu. Skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag og þau gefa merki sem samþykkja það. Og það er samþykkt sem fyrir. Það má kalla bara aldrei. Þá er það liður númer 4. Laufskógar 13, ósk stækkun lóð. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að synja beiðninni frá 22. maí 2025 stækkun lóðarinnar af Laufskógum 13, þar sem umbeðin stækkun lóðarinnar myndi fara inn á opið svæði samkvæmt gildandi aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2017 til 2029 sem fyrirhugaður er að nýta á annan hátt. Það er laust. Friðrik, gjörsamlega. Já, forseti, þessi umrædda lóð eða þessi bakgarður þarna hefur oft komið til umræða á síðustu kjörtímabilum og alltaf höfum við nú hafnað þessu og aldrei hefur neitt gerst síðan þarna í þessum bakgarði og einhvern veginn aðgengi að þessu svæði en þetta bara svolítið aflokað, eða mætti segja það. Maður svona veltir fyrir sér hvort það sé ekki bara komið svo tímapunktur að við heimilum eða sitjumst niður með eigendum sem að eiga aðliggjandi lóðir og hvort það sé hægt að bara einfalt að láta eftir þeim að fá þetta svæði. Þetta er bara illa hirt og ekkert notað af bænum, þannig að ég er svona, af því að það hafa komið óskir frá öðrum íbúum við þessar götur áður, bara svona velti upp þessari hugmynd, hvort að við eigum eitthvað að skoða þetta í framhaldi. Það hefur verið bara til umræðu hjá okkur og í tengslum við leikvelli og annað að við erum svona, það komið svona gælu svona nafn á þennan reit sem er leynilundur sem við höfum verið að skoða. Þannig að svo stöddu þá en bara þetta er mjög góð ábending og fyrir það svæði sem að við sjáum ekki fram á að nýta okkur í bæjarlandinu og getum nýst íbúum betur þá sé ég ekkert því til fyrirstöðu að skoða það en þessi reitur sem þarna ræðir er í höfum við verið að ræða að koma í nýtingu. Njörður, hvað svo? Já, forseti, þetta er svæði sem ekki margir Hveragerðingar vita til, en það er nánast lokað inn á milli húsa og lóða. Það er þó aðgengi að þessu frá Varmahlíð. Það sem við höfum verið að undirbúa núna og það er í tengslu við afmælisári á Laufskári og að þarna megi mögulega koma upp aðstöðu og listaverki. Og listaverkið verður þá mögulega gjöf bæjarins í tilefni afmælisársins. Og það er svona ýmsar skemmtilega hugmyndir varðandi það sem ég kannski get ekki alveg upplýst hér á þessu tímapunkti en ég held að þetta gæti orðið ofsalega jákvætt og svona skemmtileg svona, hvað ég var að segja, leynilundur Hveragerðinga. Og þarna er að sjá fyrir okkur að sé listaverk og það sé að koma þarna og njóta þess. Ósvipuð kannski svona hugmynd og listaverki sem var komið upp hérna árið 2016 sem heitir Þetta líður hjá og þannig að þetta verður svona kyrrð og við erum að velja mjög vel það sem að fer inn á þetta svæði, verðist mjög nálægt lóðum og bakgörðum þannig að við sjáum fyrir okkur eitthvað svona listaverk sem að
svona væri hægt að njóta kyrrðar og listaverksins, umhverfisins þarna í algjöru skjóli frá öllum lóðunum. Það getur verið skemmtilegt fyrir bæjarbúa og gesti. Þá legg ég þannig leyfisbundið til samþykktar, þykja margir sem samþykkja að synja beiðni og það er samþykkt samhljóða. En þá er fundargerð með öðru leyti til umræðu. Var það list? Já, byrði gjörðu svo vel. Já, forseti, það er aðeins varandi lið 5 og þannig ljósastaur sem er á svona óheppilegum stað. Það eru nefnilega fleiri svona staðir í Hveragerði, sérstaklega eins og gatnamótunum hjá Heiðabrún, þar sem byggt er þar inn. Þar er einn ljósastaur sem er svona nánast á miðri gangstétt og erfitt fyrir allavega fjölskyldur sem eru, eða svona foreldrar sem eru að labba með barnavagna eða hjóla, til dæmis í leikskólann, þarna niðurtir. Þá þarf það alltaf að fara yfir grasið eða einhvern veginn svona smeyga sér hálfpartinn út á götu. Þannig að ég held að það mætti nú kannski skoða fleiri svona ljósastaura og tilfærslur á þeim innan bæjarmarkana. Síðan vildi ég líka nefna að það var verið að leggja þarna til kynningar nýja tímaáætlun hjá Strætó. Þar er þetta verið að auka til muna tímana og og bara ferðirnar hér á milli Hveragerðis og höfuðborgarsvæðisins og Selfoss sem að ég held að við ættum líka að fagna. Því að þetta er bara algjör bylting, myndi ég telja, fyrir notendur Strætó og gæti og vonandi kemur til með að auka nýtingu á Strætó. Það tekur við hvert orð. Blessaður Hversljós. Þá legg ég fundargerð undir fundi til staðfestingar. Sem staðfesta fundargerðina ekki á marki og hún er staðfest. Þá er það liðið 4 fundargerð velferðar og fræðslunefndar frá 4. nóvember. Og orðalist. Og þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar þykja marki sem staðfesta fundargerðina og hún er staðfest. Þá er liðið 5 fundargerð menningaráætlunar markaðsnefndar frá 15. nóvember og þar afgreiðum við sérstaklega liði nr. 6, 7 og 9. Og það liði nr. 6 breytingu afgreiðslutíma bókasafnsins. Bæjarstjórn samþykkir tillögu að breyttum afgreiðslutíma bókasafnsins. Tillaga breytir gjaldskrá bókasafnsins fyrir árið 2006 er afgreiddur undir lið 15 á fundi hér á eftir. Orðið laust. Og þá legg ég þann lið undir fundi til samþykktar. Það gefur merkis að samþykkið og það er samþykkt samhliða. Þá er liðið 7 beiðnir frá Fiðlufjöru SLF. Og þar er ég með tillögu bókun á þá leið að bæjarstjórn fagnar framtaki Fiðlufjörs SLF en vilyrði er komið frá grunnskólanum í Hveragerði nýtingu húsnæðis skólans fyrir fyrirhugaða námskeið næsta sumar og en að bæjarstjórn fresti afgreiðslu styrkbeiðni þar til viðeigandi gögn og upplýsingar liggja fyrir upphæð styrks sem óskað er eftir. Orðið laust. Og þá legg ég þetta undir fundið til samþykktar, gefur merkis sem samþykkja. Og það er samþykkt samhliða. Það er liður 9 þjónustusamningur við Sóknarnefnd Hveragerðiskirkju frá 2005 og það legg til að bæjarstjórn samþykki þjónustusamning Hveragerðisbæjar við Sóknarnefnd Hveragerðiskirkju og felur bæjarstjóri að skrifa undir samninginn og orðið laust. Pétur? Já, gjör svo vel. Já. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Mér langaði bara aðeins að varpa ljósi á þennan samning sem er nokkuð merkilegur í því tilliti að þetta er fyrsti samningurinn sem er svokallaður rammasamningur sem er gerður við sóknina hér í Hveragerði. Og það sem skiptir máli í þessu er að það hafa verið í gegnum tíðina alls konar litlir samningar og má segja samkomulag á milli bæjarins og síðan Hveragerðiskirkju sem að hafa verið með ýmsum hætti og þarna erum við að gera tilraun til þess að nálgast þetta allt á einum stað sem að tryggir að einhverju leyti tekjur sóknarinnar og ég held að það skiptir bara alveg gríðarlega miklu máli að þessi starfsemi hafi eins öruggt rekstrarumhverfi og mögulegt er enda kerfislega mjög mikilvægur hluti af Hveragerði og bara
Ég get bara sagt það að í mínu vinnu og minni skrifstofu þá finn ég það bara þegar að útfæri fara fram í Hveragerði þá bara veit maður hver og hversu mikilvæg starfsemin hérna. Þannig að bara svona einn ríkjandi þáttur í félagslífi okkar og menningarlífi kirkjan og maður finnur þetta á virkum dögum þegar útfærir eru sérstaklega. Þannig að það mjög mikilvægt að útbúa rammasamning í kringum þetta samstarf okkar og ég held að þetta sé okkur öllum til heilla að klára. Þakkir þetta, Pétur. Þá legg ég þennan þjónustusamning undir fundi til samþykktar og gefa merki sem að samþykkja og hann samþykktur samhliða. Þá fundargerðin að öðru leyti til umræðu á því laust. Já, Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég velti fyrir mér með byggðamerkið. Það hefur núna verið talsvert í umræðu í MAM-nefndinni en aldrei komið hér inn á borð, ég held að ég séð mögulega einu sinni í bæjarráði á svona upphafsdögum þessa nýja útlits. Það er svona velti fyrir mér hvenær við bæjarfulltrúar fáum aðgang að því því að þetta er auðvitað svona breyting sem að mér finnst að kjörnir fulltrúar eigi að vera svolítið meira innviklaðir inn í og ég hefði viljað sjá þessi drög allavega inn í fundabúðinu þannig að maður hefði geta haft einhver meiri skoðanir á því. En bara vildi þá óska eftir ég að við myndum fá þetta kannski sent til okkar eftir bæjarstjórnarfund. Takk fyrir þetta, Friðrik. Pétur fólk notar það hjá sér og kemur þessum upplýsingum áfram. Þá legg ég fundargerðina bara undir fundi til staðfestingar, gefa merki sem staðfesta fundargerðina og hún staðfest. Þá við næst komin í lið nr. 6. Fundargerð samráðshóps málefni fatlaðs fólks frá 29. október og er það laust. Já, Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, ég veit sjálf mig hvað mest þessa nefnd svona á bæjarstjórnarfundum. Síðasta bæjarstjórnarfundi þá nefndi ég það að nefndarlaun þessa samráðshóps væri uppurinn í samkvæmt fjárhagsáætlun þessa árs og komið yfir samkvæmt þeim tölum sem maður getur gefið í stjórnendamælaborði bæjarins. Þannig nú komin framúrkeyrsla þarna og velti fyrir mér hvort að þau hafi heimild bæjarins til þess að halda áfram að funda þegar það er í rauninni ekki peningur til samkvæmt fjárhagsáætlun bæjarins og mér skilst allan með við þeirra starfsáætlun að þessi einn fundur eftir að þessu ári. Svona velti þessari spurningu ég upp og skemmtir að fá svari. Annars þetta mjög flott mál sem við erum að ræða þarna í þessari nefnd og ég sakna þess kannski líka að velferðarnefndin sé ekki að fjalla þessi mál því að þetta auðvitað svona þannig mál sem að mér finnst að velferðarnefndin ætti einnig að vera að fjalla þó að þau taki þessa fundargerð samráðshópsins til umræðu. Takk Friðrik, kannski byrja að setja í spurningunni. Þá tókum við fyrir á síðasta velferðarfundi fundargerðina. Já, ég vísa í það. Já, við tókum það fyrir, já. Og við erum svona að vinna okkur gegnum þær, þannig að það er bara mjög réttmætt ábending og við erum byrjuð á því að taka þær sérstaklega fyrir. Hvað varðar framúrkeyrslu á einstökum nefndum, þá bara vilja bæjarstjóri skoða þetta og hann heldur vel utan budduna og svoleiðis og skoðar þetta með starfsfólki innan húss. Ef þú óskar eftir frekari bara greiningu eða einhverjum skriflegum svörum, þá bara er það sjálfsagt mál. En annars held ég að það sé svona búin að svara þessar spurningu. En þá er það bara að leggja undir fundargerðina til staðfestingar og gefa merki sem að staðfesta. Og það er staðfest. Þá erum komin í lið 7, leikskólann óskalag samkomulag uppgjör. Og hér er lagt fram samkomulag við eigum uppgjör vegna leikskólans Óskalands.
og ég ætla að fela Pétur, sæl. Takk fyrir. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Hér lagður fram uppgjör, samkomulag við fasteignafélagið Eign sem að má segja að sé ákveðin svona lokahnykkur af framkvæmd sem að hefur staðið núna yfir. Ég vil kalla þetta úrvinnslusamning og ætla aðeins bara að hlaupa í gegnum svolítið aðdragandana að þessari framkvæmd. Eins og við höfum margoft rætt á bæjarstjórnarfundum og tekið fyrir í bæjarráði og held ég að séu komnar í kringum 40 verkfundagerðir. Þá höfum við fylgt þessum máli mjög ítarlega alveg frá byrjun. Það byggir á þríhliða samkomulagi sem var gert við leigufélagið, eða fasteignafélagið Eign, verktakann sem var aðalverktaki Hrafnshóll og Hveragerðisbær. Framkvæmdir hófust síðan að fullu í maí 2024 og við fylgdum því eftir og við fundum það að svona seinni part sumars sérstaklega 2024 og þá var komin svona ákveðin branda í framkvæmdina og það bara sést á öllum verkfundagerðum að það var byrjað að bóka þar mjög reglulega að við höfðum áhyggjur af þessum verktaka. Til þess að stytta það mál að þá var þessi aðalverktaki stiginn út síðan í janúar og Eign í raun og veru tók svolítið yfir verkefni og fengum inn annan aðalverktaka og þar í raun og veru má segja að sólin hafi byrjað að skína í verkefni. Það þannig að það er ekkert sjálfsagt þegar maður lendir í ógöngum með svona framkvæmdir að það leysist hratt og örugglega úr þeim á farsælan hátt. Það er ekki sjálfsagt. Og ég hef stundum sagt að maður er ekki skilgreindur í lífinu af þeim hlutum sem að koma upp, heldur hvernig maður tekst á við og hver úrlausnin er. Þannig að við vorum sannarlega í erfiðri stöðu og eins og við þekkjum og við margoft farið í gegnum og kannski var svona erfiðasta staðan þarna í mánaðamótin desember, janúar í upphafi nýs árs. Góðu fréttirnar eru þær að núna í júní tókum við fyrstu 2 deildirnar í notkun og við tókum skólann eða þessa leikskólabyggingu í fulla notkun núna í ágúst. Við vorum engin biðlistar lengur í Hveragerði og það sem kemur síðan á daginn er að byggingin er bara nokkuð góð og ég segi bara eiginlega stórglæsileg. Hún setur ákveðna standarda í hönnun leikskólabygginga og ég held að þessi nýja leikskólabygginga eigi eftir að vera að einhverju leyti fordæmi eða það sem við höfum eftir að horfa til þegar við förum í næsta leikskóla upp í Kambalandi. Þannig að það hefur vel tekist til og lóðin alveg einkar glæsileg. En þá kemur að þessari úrvinnslu sem að lá alltaf fyrir og við höfum margoft rætt að væri hluti af því verkefni og þeirri vinnu að gera upp þessa framkvæmd. Og ég myndi kalla þennan samning, hann er í raun og veru þríhliða, jafnvel fjórhliða. Hann er í raun og veru samkomulag endurgreiðslu til bæjarins, það er sem sagt þeir fjármunir sem við vorum búin að leggja út í málinu og við höfum rætt á þeir sem er einhvers staðar í kringum 62 milljónir. Það er samkomulag í þessu samkomulagi. Síðan er þetta auka á viðbótarverk sem eru í kringum 35 milljónir. Þannig að auka á viðbótarverk í málinu eru 97 milljónir en höfum það hugfast að 60 milljónir af því er það sem Hveragerðisbær fær greitt tilbaka. Svo er kannski það sem hefur kannski vegið þyngst í málinu og er það sem kallað vanefndir verktakans. Það er bara einfaldlega það sem maður lendir í þegar maður er í vondum höndum og það er bara einfaldlega það uppgjör sem hefur staðið yfir núna og við höfum komið við lendingu og ég tel vera ásættilega lendingu fyrir Hveragerðisbær. En þetta hafa líka verið, þetta hefur tekið langan tíma, eðlilega og hluta til vegna þess að þetta er bara óvinnulegt mál og þegar mann er að glíma við óvinnuleg mál og þá þarf mann að brjóta heilann mjög reglulega og velta fyrir sér stöðinu og velta steinum og athuga svolítið bara hvaða leiðir er í boði. Og þetta hefur að mínu viti allavega náð þeim farsæla endi að hér er komið samkomulag og það sem við köllum vanefndir Hrafnshóls eru þá einhvers staðar í kringum 219 milljónir
ég segi einhvers staðar í kringum, svo einhverju 100 skallar til eða frá, en þetta eru 290 milljónir og þar hlutur Hveragerðisbæjar 73 milljónir, eða 1/3. Þetta svona nokkurn veginn staðan og þá getum við bara upplýst það að leigan fyrir mánuð að hækka 1,3 milljónir. Það var gert ráð fyrir 3,2 endar í 4,5 milljónir. Hefðum við viljað láta verkefni ganga bara upp eins og samkomulagið kvað á? Já, eðlilega. En maður getur ekki alltaf séð alla hluti fyrir. Og ég tel að þetta hafi verið mjög óvenjuleg staða sem uppi var og þá aftur maður svolítið skilgreindur að því hvernig maður leysir málið. Maður ekki skilgreindur að því hvaða hluti komu. Maður getur bara ekki alltaf ráðið því. Þannig að mjög örugglega og markvisst var tekið á þessari framkvæmd í janúar 25 sem leiddi til þess að við erum farin að nýta þessan leikskóla og hann stórglæsilegur. Samkomulagið þarna framan okkur og þetta hlutur Hveragerðisbæjar. Svo náttúrulega þarna kannski 4. hlutin sem í samkomulagið sem skiptir mjög miklu máli sem eru uppkaupsliðir. Þarna erum við að gera ráð fyrir raun og veru að ýta þeim lið á 10 ára fresti fram. Það bara þannig. Það einfaldlega hagkvæmast fyrir okkur á þessum tímapunkti núna að fara þannig inn í málið. Svo getum við bara tekist á það hvort að það sé eitthvað sem okkur hugnast eða ekki, en á þessum tímapunkti það mitt mat að þetta sé farsælasta leiðin fyrir bæinn. Og það alltaf það sem mann að leita hverju sinni. En ég held að það sé ekki aðalatriði í þessu máli, ég vil segja ykkur alveg svo. Ég held að aðalatriði sé það að við séum komið með hágæða leikskóla, hágæðalóð, enga biðlista, ánægð börn, ánægða foreldra og mjög svo ánægð starfsfólk. Og eins og við komum inn á bara seinna á þessu fundi, þá reksturinn okkar að styrkjast mjög svo. Þannig að við ráðum vel við þetta uppgjör, við ráðum vel við þetta verkefni. Þannig að eftir stendur þá kannski það sem væri gott og eiginlega gagnlegast. Það hvað lærðum við af verkefni? Hvað getum við tekið út úr þessu verkefni og hugsa svona væri betra að gera hlutina og svo getum við líka hugsa hvað gekk alveg ofboðslega vel og við hvað getum við unnað. Þannig að í megindráttum þetta verkefnið og málið sem við erum að ljúka og það góð tilfinning. Við erum búin að fylgjast eftir og þetta hefur alveg verið alls konar. En það gott að enda málið farsællega, það gott að enda málið vel. Þannig að þetta svona í megindráttum samkomulagið og verkefnið og það sem liggur fyrir fundu. Pétur, Erik og svo já. Já, forseti. Því að bæjarstjóri nefnir hér að margt sem ekki var hægt að sjá fyrir, þá má nú segja að við fulltrúar B-listans höfum nú séð mikið af þessu fyrir því að við, í fyrsta lagi vöruðum við þessari leið sem var ákveðið að fara með þessum þríhliða samning við fasteignafélagið Eik og Hrafnsól og svo vöruðum við líka við verktakanum Hrafnssóli ítrekað í bókunum, bæði í bæjarstjórn og bæjarráði. Og það vill nú svo til að nú það fyrirtæki, verktakafyrirtæki fara á hausinn og þannig að það verður nú kannski erfitt fyrir Eik og bæinn að sækja þangað bætur. En annað mál hins vegar að leikskólabyggingin kemur vel út. Við fórum nú í heimsókn þarna í bæjarráði og það vonandi að það kom ekki upp mygla eins og reyndist þarna á uppbyggingatímanum. Og mér sýnist nú bara að krakkarnir séu nokkuð ánægðir þarna inn í þessu húsnæði og fer vel alla. En við erum hins vegar með bókun eins og kannski við mætti búast sem á þá leið að fulltrúar D-listans hafa ítrekað á þessu kjörtímabili lýst skoðun sinni uppbyggingum á leikskóla í Hveragerði. Skoðun fulltrúar D-listans enn svo sama að nýbygging leikskóla í Kambalandi hefði verið skynsamlegasta og hagkvæmasta leiðin. Það liggur ljóst fyrir að í stækkandi samfélagi þarf fleiri leikskólapláss og við viljum að sjálfsögðu skapa fleiri slík,
en fulltrúar D-listans hefðu kosið að það væri gert á öðrum stað þar sem rými væri meira og í því hverfi sem nú að byggjast upp og vænta má að barnafjölskyldunum búa. Það óhætt að segja að það hefur tekið á að reisa þessa viðbyggingu leikskólann Óskaland og nú svo komið að Hveragerðisbær fer að finna fyrir því rekstri bæjarins. En samkvæmt þessum viðauka gert ráð fyrir að Hveragerðisbær greiði 4,5 milljóna á mánuði í leigu til fasteignafélagsins Eikar og það að meirihlutinn hafi tekið ákvörðun að fara þessa leiguleið því ekki til hagsbóta. Bæjarfulltrúar D-listans hafa frá upphafi verið á móti þeim samning sem gerður var við fasteignafélag Eik og vara við því að fara leiguleið í stað þess að sveitarfélagið stæði sjálft að uppbyggingu leikskólamannvirkja. Upphaflegi samningunum var til 40 ára með kauprétti á 7 ára fresti en með þessum nýja viðauka hefur hann breyst og við hann hafa bæst 10 ár með kauprétti á 10 ára fresti í stað 7 ára. Þá hafa allar leigugreiðslur hækkað frá upphaflegum samningi ásamt því að Hveragerðisbær ætlar að taka 1/3 kostnaðar við auka og viðbótarverk við hús sem bærinn á ekki og greiðir himinháar leigugreiðslur fyrir. Fyrir utan leigun og auka viðbótarverk þá greiddi Hveragerðisbær fyrirtæki og vinnu við lóðina sem fór margfalt fram úr áætlun. Á fyrstu 10 árum samningsins verður sveitarfélagið búið að greiða nálægt sama kostnaði og ef sveitarfélagið hefði byggt nýjan fullbúinn 6-deilda leikskóla í Kambalandi og þá fyrst gefst Hveragerðisbær kostur á að kaupa viðbygginguna á svipuðu verði og nýr 6-deilda leikskóla hefði kostað. Það skal því líka haldið til haga að með þessari rándýru leiguleið bættust einungis við 3 nýjar deildir en ekki 6 eins og það hefði verið hægt að gera. Þetta var smá viðbót við bókina en undir þetta vita Friðrik og Alda. Ég sendi þér líka. Já, hann gjör svo vel. Forseti. Já, mér langar bara að þakka Pétri bæjarstjóra fyrir góða yfirferð á þessu stóra máli. Ég vil fagna því að þetta sé allt í höfn hér hjá okkur og við eigum þennan glæsilega leikskóla og ég tek alveg undir það bæði með Friðriki og Pétri að þetta hefði alveg mátt ganga betur. Ég held að við séum alveg öll sammála það. En eins og Friðrik kom inn á þá fór bæjarráðið í heimsókn þarna á dögunum og ég verð að segja það að mér fannst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá þessa byggingu og þetta alveg, maður hefur kannski séð nokkra leikskóla svona um ævina en þessi nú með þeim glæsilegri og mér langar eiginlega svona að hvetja okkur til þess að hafa, við höfum nú rætt aðeins innanhús, að hafa opið hús í leikskólanum líkt og við gerðum með grunnskólan af því að þó að það ekkert allir Hvergerðingar með börn í grunnskólanum eða börn á leikskóla en við eigum þetta samt öll saman aðstöðuna og rýmið og við erum að leigja þetta þarna af þessu ágæta fasteignafélagi og ég held að væri bara gaman fyrir Hvergerðinga að fá tækifæri til að skoða lóðina og leikskólan og ég veit að þetta hefur aðeins fyrir undirbúningi þannig að ég vil bara hvetja okkur til að setja eitthvað opið hús á dagskrá þannig að allir Hvergerðingar geti fengið tækifæri til að kíkja á þessa glæsilegu aðstöðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Gjörðu. Forseti, mér langar að koma hérna upp og fyrsta lagi að fagna því að við séum komin þennan stað og við skulum að taka þessi glæsilegu byggingu í notkun. Ég hef nú ekki enn verið svo heppinn að fá að skoða en allir þeir sem hafa komið þarna og dóttir mín vinnur hana líka segja mér að þetta sé virkilega vel heppnað og algjörlega til fyrirmyndar þessi bygging. Þannig að mér sýnist að gæðin séu mjög mikil sem að við vorum að stefna að. Nú í öðru lagi langar mér kannski aðeins að bara gera smá athugasemd við söguskoðun Sjálfstæðisflokksins hér. Varðandi það að hafa varað við Hrafnshóli frá upphafi. Það er nú ekki svo, eins og þið muni kannski þá var samningurinn tekinn fyrir held ég tilboðin og þar með frá Hrafnshóli 1. nóvember 2023. Það er svo ekki fyrir í lok ágúst 2024 sem að Sjálfstæðisflokkurinn með bókunum verktakafyrirtæki Hrafnshól eftir að hafa lesið fréttur það í Morgunblaðinu að það gengi illa hjá þessu fyrirtæki. Þá fór að líta bókanir frá Sjálfstæðisflokknum Hrafnshól. Þannig að það er nú ekki alveg, það hafi séð þetta fyrir, þó að vissulega sé það rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hafi
verið á móti því að fara þessa leiguleið. Ég vildi bara leiðrétta þetta, en ég hef leiðrétt þetta áður. Svo bara langar mig aðeins að við erum það er oft gott svona að gera samanburð þegar maður er að velta fyrir sér greiðslum og kostnaði. Þessi samningur við Eik, hann gerir ráð fyrir því að það er að slökkva sjónvarpinu. En ég held við verðum ennþá í útsendingu klár. En Hvergisbær mun greiða að mér sýnist 7.100 krónur á hvern fermetra á mánuði í leigu fyrir þennan hluta Óskarlands, þennan glæsilegan hluta. Við getum tekið einn samning sem var gerður árið 2020 til samanburðar. Það er samningur Reykjadalsfélagið. Það er að vísu þjónustu aðstöðusamningur, ekki bara leigusamningur, en það er þjónustu inni, en ég bið ykkur að sýna mig þolinmæði með það. Þar stærstu hlutin í þjónustunum þar er auðvitað salerni, auðvitað umsjón með þeim og þrifum. Og fyrir það er Hveragerðisbær núna að greiða á mánuði tæpar 2,5 milljónir. Og þessi salerni er um það byrjum 20 fermetrar að stærð. Og ef við reiknum það á fermetra á mánuði, hvað við erum að greiða, þá er það yfir 122.000 krónur. Nú, ef við veitum smá slaka, segjum þetta séu 40 fermetra, það sé meiri aðstaða þarna sem að borga fyrir, þá er það yfir 61.000 á fermetrar á mánuði. Nú, ef við værum að leigja allt húsið, 213 fermetrar, þá væri þetta 11.490 krónur á fermetra á mánuði. En fyrir sérútbúinn leikskóla, glæsilegan leikskóla, þann glæsilegasta á landinu, er Hveragerðisbær að greiða leigu 7.100 krónur. Þetta er nú bara samanburður, en eins og ég segi þá er að hafa það fyrirvara að þarna er auðvitað líka þjónusta inni, en hún þarf nú að vera ansi mikil til þess að það sé svona hægt að réttlæta þennan gífurlega kostnað við þann samning, Reykjadalsfélagið. En takk fyrir. Það er kannski bara smá önskuð líka þar sem að Bæjarfulltrúi Frigg nefnir sterkum 3 deildir, en það gleymist að taka líka fram það er auðvitað starfsmannaaðstaðan líka sem að var verið að bæta til muna, sem að búið að reyna að bæta. Við vorum búin að fá tilboð sem að voru óhagstæð og það var ákveðið að slá 2 flugur í einu höggi og við sáum tækifærin þar. Og því var meðal annars þessi staðsetning fyrir valinu. En Friðrik, hefur hverju orðið gjörð svo vel? Já, forseti minnst nú Njörður Sigurðsson fara hér svolítið langt út fyrir efnið með að bera saman þjónustusamning við leigu á leikskóla. En það er alveg á hreinu að þetta fermetraverð þarna upp á Óskalandi er mun hærra leiguverð heldur en myndi gerast per fermetr nokkur staðar annars staðar á landinu. Hins vegar er þjónustusamningur sem var gerður við Reykjadalsfélagið og þú ræðir við þá rekstraraðila sem eru þar, að þá stendur hann varla undir sér hvað varðar þrif og kostnað vegna þess fjölda ferðamanna sem að sækir staðinn. Það er ekki hægt að setja þjónustusamning í samhengi við fermetra þarfrá. Ég vil bara að það sé á hreinu. Takk fyrir þetta. En meðlítið er með bókun til þessum lið og ég ætla bara að lesa hana hér upp. Það er fagnar efni að geta klárað á þessum fundi samkomulag uppgjör við fasteignafélag Eik og nýrra leikskólabyggingar við leikskólann Óskaland. Nú hefur nýja leikskólabyggingin verið tekin í gagnið og fengið frábærar viðtökur barna, starfsmanna og forráðamanna. Það hefur einnig ný og glæsileg leikskólalóð verið opnuð og óhætt að segja að lóðin beri af þegar kemur að leikgleði, hönnun og glæsileika. Með nýju leikskólabygginguna hafa biðlistar barna verið tæmdir í Hveragerði með leikskólabyggingu og lóð sem setja ný gæðaviðmið í leikskólamál í bænum. Ljóst er að framkvæmdatíminn var bæði lengri og meira krefjandi en áætlað gerði ráð fyrir í upphafi. Það þurfti að skipta út aðalverktaka í miðju verki sem kallaði á skjót, frumlaus og markviss viðbrögð Eikar og bæjarins. Með samhentu og samstilltu átaki náðist að klára leikskólabyggingu í bestu gæðum í sumar, börnum í Hveragerði til heilla. Það er það sem öllu skiptir máli.
Í uppgjör þessu er kveðið á viðbótar- og aukaverkkostnaðarskiptingu vegna vanefnda verktakans og breytingum á uppkaupstíma byggingarinnar. Í gagnið hefur verið tekin ný og glæsileg gæðaleikskólabygging í Hveragerði við leikskólann Óskaland. Það er fagnaðarefni fyrir alla íbúa bæjarins. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. Er einhvers fleiri sem vil kveða þessi ljós undir þessum lið? Þá ger ég tillögu minni hér að BÆSIS samþykki samkomulag vegna yfirlýsingar samstarf vegna uppbyggingu Óskalands leikskóla og leigusamnings fasteignanna að réttarheiði 45 og bæjarstjóra er falið að undirrita samkomulagið. Ég legg þannig lið undir fundinn til samþykktar, gefum verkið sem samþykki og þeir sem setja hjá og þeir sem hafna. Og það eru 2 sem hafna þessari og meirihlutinn samþykkir. Þá komum við að liði nr. 8, breyting á samþykktum stjórn fundarsköp Hveragerðisbæjar vegna heimilda til fullnaðarafgreiðslu mála síðari umræða. Og hér er lagt til fram síðari umræða breyting á samþykktum stjórn fundarsköp Hveragerðisbæjar nr. 1923 og 2023. Það er list. Og enginn kveður sér ljós. Og þá er lagt til að BÆSIS samþykki breytingu á samþykktum stjórn fundarsköp Hveragerðisbæjar nr. 923 og 2023 og fylgur bæjarritara að senda til staðfestingar ráðherra. Það kemur merkið sem samþykki. Og það er samþykkt. Mjög gott. Þá erum við komin í lið nr. 9, ráðning bæjarritara Hveragerðisbæjar. Hér er lagt fram minnisblað bæjarstjóra ráðningu bæjarritara Hveragerðisbæjar. Og ég er með tillögu að afgreiðslu máls og það er BÆSIS samþykkir ráðningarsamning við Steinunni Erlu Kolbeinsdóttur vegna starfs bæjarritara. Bæjarritari verður staðgengill bæjarstjóra og sviðsstjóri stjórnsýslusvið bæjarins. Orðið laust. Fleiri þessu. Forseti, fyrsta núverandi og fráfarandi bæjarritari eru hér báðar viðstaddir. Þá langaði mig bara að þakka Írisi fyrir samstarfið. Það hefur verið mjög ánægjulegt og gengið vel og ég vil bara óska Steinunni til hamingju með starfið og bara hlakka til samstarfsins. Ég held að við getum allt tekið undir þessi orð Friðriks og þökkum Írisi kærlega fyrir dásamlegan tíma og velunni störf og Steinunni hjartanlega velkomin til okkur. En þá legg ég þetta undir fundið til samþykktar, þess að samþykja þetta, gefa merkið og það er samþykkjað. Þá komum við að lið nr. 10 til að okkar Hveragerðis og Framsóknar Hveragerði kaupa félagslegu leiguhúsnæði. Og hér er lagt til að BÆSIS Hveragerðisbæjar feli bæjarstjóra að taka saman núverandi stöðu á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Bæjarstjóri í samráði við velferðarþjónustu bæjarins leið á fasteignamarkaði eftir heppilegu íbúðakostum með því augnamiði að auka við félagslegt íbúðarhúsnæði í Hveragerðisbæ og leggja fyrir bæjarstjóra til afgreiðslu og samþykktar. Með þessu fylgir greinargerð. Í meirihlutasamkomulagi okkar Hveragerðis og Framsóknar er kveðið á að auka við félagslegt húsnæði sveitarfélagsins með það markmiði að tryggja allir einstaklingar búi við öruggt og fullnægjandi húsnæði óháð efnahag. Samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga ber sveitarfélögum að sjá til þess að framboð á félagslegu leiguhúsnæði sé nægilegt til að mæta þörfum íbúa. Tillagan er lögð fram til að létta á biðlistum bæjarins en í upphafi ársins voru 20 á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði samkvæmt húsnæðisáætlun bæjarins. Í samþykktu fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 er gert ráð fyrir fjárfestingu til aukningar á félagslegu húsnæði sem nemur 50 milljónir króna og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. Orðið laust. Og þá legg ég til að BÆSIS samþykki tillögu meirihluta bæjarstjórnar og feli bæjarstjórann að taka saman núverandi stöðu á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og hefja heppilegu íbúðakosti til kaups í samráði við velferðarþjónustu bæjarins. Og ég legg þetta undir fundi til samþykktar, gefum merkið sem samþykki, þeir sem eru á móti og þeir sem setja hjá. Það eru 2 sem setja hjá. Það kannski ekki rætt grein? Já, gjörðu svo vel. Forseti, við sitjum hjá við þetta líkt og við gerðum þegar lánið var tekið fyrir síðasta bæjarstjórnarfundi, minna við sitjum hjá á. Síðan Njörður alltaf að skoða fundagerðirnar. En við samt fögnum því að það sé að fara fram þarfagreining á stöðunni.
það bentum við á það á síðasta bæjarstjórnarfundi að það væri mikilvægt að fara í þarfagreiningu til þess að við værum þá upplýst þá stöðu áður en við getum þá tekið ákvörðun það hvort að ég að fara í þetta. Takk. Takk fyrir þetta. Fyrir svar Njörður. Forseti, ég ætla ekki að halda mína reglulega ræðu mikilvægi þess að allir hafi öruggt og viðunandi húsnæði og að sveitarfélagið standi undir sitt lögbundna hlutverk sem að veita þessa þjónustu. Það búin að gera margoft. Ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki á þeirri línu að sveitarfélagið eigi að standa undir þessu lögbundnu þjónustu, allavega skilja þannig þessa hjásetu. Þannig að, já, ég veit ekki hvort ég lengja umræðina og spyrja það af hverju þau séu á móti því. Takk fyrir þetta Njörður. Alþykir sér vel. Sokkir yfir blöðin. Forseti, já, takk fyrir spurninguna Njörður. Sko, það er einhver misskilningur hjá Nyrði að við viljum ekki tryggja fólki viðunandi húsnæði og einmitt að allir geti lifað eins vel og mögulegt er. En hins vegar það sko vinnulagi við það. Við hefðum viljað byrja á því að það væri gerð þessi þarfagreining, síðan hefði það verið tekið fyrir og þá tekið lán. Ekki tekið lán á undan, síðan samþykkt og svo gert þarfagreining. Takk. Takk fyrir þetta. Forseti, ég held að við máttum allir að samþykkja það akkurat hér en þið sátu hjá í því þannig að við áttum ekki alveg á því og þið áttu ykkur líka væntanlega á því að það eru 20 sem eru á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og þið áttu ykkur líka á því að Hveragerðisbær er eitt af sveitarfélögum sem stendur sig verst í þessu. Og með því að standa sig illa þá erum við að velta vandanum yfir á önnur sveitarfélög hér í mögulega nágrenninu þar sem að fólk á flytur sem að þarf á þessari aðstoð að halda og það sveitarfélag þarf svo að veita. Skýrasta dæmið á höfuðborgarsvæðinu þar sem að Reykjavíkurborg sinnir þessum málaflokk mjög vel og meðan nákvæmlega sveitarfélögin þar gera það ekki. Þannig að það má halda því fram með réttu að þau sveitarfélög sé að velta þeim vanda yfir á höfuðborgina. Og að sama skapi erum við sem að höfum ekki staðið okkur nógu vel í þessu eins og hefur verið hér í Hveragerði að velta þessu vanda þá yfir á önnur sveitarfélög sem siðferðislega rangt. Auk þess að þetta líka lögbundið verkefni og það í raun og veru ekkert val að gera það ekki. Það í raun og veru þannig. Þannig að það er ekki að lengja þessu umræðu en ég er ánægður að vera í meirihluta sem að tekur þetta mikilvæga málefni áfram og tekur alvarlega. Já, forseti, ég bara takandi völdu að auðvitað viljum við ekki þakka yfir höfuð og það auðvitað ekki þannig hér í Hveragerði að þó að þessu 20 á biðlista fólk eigi ekki þakka yfir höfuð. En félagsþjónustan okkar finnur þá út úr því og leysir þau vanda sem eru til staðar hverju sinni. Hins vegar þannig að sú leið sem að við höfum viljað fara bara ekki svo að kaupa eignir heldur frekar að leita annarra leiða til dæmis eins og með óhagnaðardrifna fasteignafélaga. Eins og við höfum svo sem gert samninga við upp í Kambalandi og svo einnig að skoða leiguleiðir til þess að leysa þann vanda sem geti verið uppi því að það geti verið hagkvæmara fyrir sveitarfélagið heldur en að eiga margar eignir undir þetta. Ég ætla að gefa Dæni orðið fyrst. Ég er búin að... Takk fyrir forseti. Mig langar bara að undirstrika svona í ljósi þess sem kom fram hér í tölu bæjarfulltrúa Friðriks að við erum að sjálfsögðu að leita allra leiða til þess að auka við búsetukosti á öllum þrepum þeirra svona stöðu sem að við stöndum frammi fyrir. Það sem að brýnasta neyðin þar erum við með félagslega leiguhúsnæðið í eigu bæjarins og þar höfum við eins og Njörður kom inn að vera að standa okkur afar illa. Svo erum við með þrep þar fyrir ofan og
það eru svona ýmiss konar lausnir og úrræði sem að við getum leitað í til þess að svona mæta þörfum þeirra sem að er ekki alveg jafn illa staddir og þeir sem að þurfa að nýta sér félagslega leiguhúsnæði sveitarfélagsins, og þar erum við að tala um einmitt svona óhagnaðardrifin leigufélög. Þau eru ekki endilega tengd við þau eru ekki endilega með tengingu á milli þess hvað þú greiðir í leigu og þess sem þú ferði í tekjur. Þannig að þau úrræði eru ekki raunverulega eitthvað sem standa til boða fyrir þá sem að hafa það verst fyrir samfélaginu. Og við erum sömuleiðis með, eins og í Kambalandi, þá var, ef ég maður rétt, gerður samningur við félag sem að í rauninni býður upp á leiguhúsnæði fyrir þá sem eru hluti af ákveðnum verkalýðsfélögum. Og það er þá fyrir þá sem að eru vinnandi. Og það er bara stór hluti þeirra sem að þarf að leita til sveitarfélagsins vegna neyðar í húsnæðismálum. Þeir eru ekki á vinnumarkaði. Þannig að við þurfum auðvitað að skoða þetta frá öllum hliðum og ég er líkt og njörður mjög þakklátt fyrir og ánægð með að vera hér í meirihluta sem að tekur þessi mál föstum tökum, og við erum að sjálfsögðu ekki bara að hugsa um þetta neðsta þrep. Við erum áfram með virkum hætti að leita leiða til þess að bæta í á öðrum sviðum, og þar með talið fyrir einstaklinga sem að eru kannski að glíma við ákveðna hreyfiskerðingu og fleira sem að þurfa þá svona sértækari aðgengismáltryggð í þeim húsakosti sem að þeim þarf að standa til boða. Þannig að það er verið að vinna í að skoða þetta frá öllum hliðum og þetta er bara einn liður í því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Viltu bæta við örstutt? Máttu mikið sen. Já. Gera aftur. Ég vil nefna að Halldór bauð mér að sitja hér fremst. Hann stytta fundin verulega. Ég lappa alla leiðina. Þetta er alla ræðina sem ég myndi halda. En Dagný kom í raun og veru inn á það sem ég ætlaði að nefna sem aðalatriði, og það er að leiguhúsnæði sem leigufélög sem er rekin á hagnaðarsjónarmiði eins og Bjarg sem er í Kambalandi, það er auðvitað frábært. Og ég styð það, og ég vil koma upp fleiri slíkum kostum hér í Hveragerði og fleiri slíkum íbúðum. En það er ekki fyrir þann hóp endilega sem að félagslega leiguhúsnæði er. Það er annar hópur eins og Dagný fór svo vel hér yfir áðan. Hitt sem ég vildi nefna, að það er auðvitað leið að Hveragerðisbær leigi íbúðir af einkaaðilum og noti og framleiði svo sem félagslegt leiguhúsnæði. Það er auðvitað leið að gera það. Og ég hef heyrt Sjálfstæðisflokkinn tala um þá leið áður. En samt sem áður var svo leið aldrei farin í meirihluta til Sjálfstæðisflokksins. Það í raun og veru var bara að fækka félagslega leiguíbúðum sem að bærinn átti, en aldrei farið í að leigja sérstaklega og framleiða sem félagslegt leiguhúsnæði þó að það hafi leið. Þannig að ég vildi bara nefna það. Þó að hér sé talað um að það sé leiðin, þá var hún ekki farin þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hér. Takk fyrir þetta. Og bara lesa hér upp áður við göngum til atkvæða um það að bæjarstjórn samþykkir tillögu meirihluta bæjarstjórnar og félög bæjarstjórn. Við vorum búin, þú varst bara að gera grein fyrir atkvæði. Já, afsakið mig, afsakið mig, ég er alveg ekki með að nota mér. Þá erum komin að lið nr. 11 sem kemur tillaga frá D-listanum uppbyggingu Hvammsvallar. Má bjóða þér að Það er búið. Má bjóða þér fyrir að fylgja þessu hlaði, gjörðu svo. Já, forseti. Gerum mig grein fyrir að þetta nú svona klísa hjá okkur að komast fram með þessa tillögu. En þetta nú kannski svona fyrst og fremst þess að fá umtal og svona hjá bæjarstjórn og geta rætt þessi mál uppbyggingu íþróttamannvirkja. En hér er svona tillaga frá okkur sem var hljómar þannig að fulltrúar D-listans leggja til að kannaður verði hver kostnaður við að reisa nýju loftborna hamarshöll á grunni gömlu hallarinnar Yrði. Leitað er tilboð hjá aðilum út í heimi sem sérhæfa sig í loftbornum íþróttahöllum.
en það mörg fyrirtæki fyrir utan Dúol sem sérhæfa sig í að reisa loftbornar hallir og hægt var að leita tilboða til þeirra. Frá því að Hamarshöllin féll í ofsaveðri í febrúar 2022 hafa komið fram ýmsar hugmyndir sem ekki hafa orðið að veruleika til að bæta íþróttaaðstöðu í Hveragerði. Hugmyndum að reisa stálgrundarhús á grunni Hamarshöllarinnar komst langt en varð ekki að veruleika. Þá var hugmyndum tímabundið íþróttahús í Húnafili fyrir neðan þjóðveislegin að borðinu. Nú gervigrasvöllur upp í dal langt á veg kominn en sú lausn leysir ekki innanhúsaðstöðu. Þá einnig ljóst að viðbyggingu íþróttahúsi við Stórmörk verði ekki orðin tilbúin fyrir næsta skólaár og með því að fara af stað í að leita tilboð núna í loftborna íþróttahöll væri mögulegt að koma aftur upp innanhúsaðstöðu til íþróttaiðkunar fyrir allar deildir Hamars strax næsta sumar með hagkvæmum hætti. Miðað við það tilboð sem lá fyrir á árinu 2022 og þannig kom íþróttunum í skjól fyrir veturinn. Grunnurinn og öll tæki eru til staðar og myndi að því spara sveitarfélögum mikinn kostnað. Þá hafa margir einstaklingar og mörg fyrirtæki lýst yfir áhuga að taka þátt í kaupnýrri loftbornu höll og var hægt að leita til þeirra til að minnka kostnað sveitarfélagsins. Undir þetta rita Friðrik. Takk fyrir þetta. Ég var bara þrautsegja. Takk fyrir ykkur þrautsegju. Orðalaust. Þá meirihluti með bókum. Meirihluti leggur fram eftirfarandi bókun. Yfirstandandi umfangsmesta uppbygging íþróttamannvirkja í sögu Hveragerðisbæjar sem markast af þeirri stefnu meirihluta bæjarstjórnar að hér verði byggt upp öruggt, traust og varanlegt og fjölnota íþróttaaðstaða sem nýtist komandi kynslóðum til framtíðar. Annars vegar unnið að stækka núverandi íþróttahús og hins vegar uppsetningu gervigrasvallar í fullri stærð. Samhljómur ríkir þessar lausnir og með þeim skapast framúrskarandi keppnis- og æfingaaðstaða í Hveragerði. Þannig unnið markvisst af því að mæta þörfum íþrótta- og æskulýðsstarf til framtíðar með ábyrgri forgangsröðun og fjárhagslegri festu. Sameiginleg ákvörðun meiri og minnihluta bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar að fara í umfangsmestu uppbyggingu íþróttamannvirkja í sögu Hveragerðisbæjar grundvallar fyrirliggjandi fjárfestingaráætlun komandi ára. Nýtt gervigras og nýtt íþróttahús við hlið þess gamla verður bylting í allri íþróttaaðstöðu bæjarins og ná fram langtum meiri gæðum í íþróttaaðstöðu fyrir alla þá hópa sem áður nýttu loftborið hús sem nú fokið. Það hins vegar sameiginlegt verkefni okkar allra að finna hlutverk fyrir grunninn sem eftir stendur. Það mun nást með samhuga og samhentu átaki og því tillögunni hafnað. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. Og ég legg því undir, eru fleiri sem vilja hversu laus? Ég legg því undir fundi til samþykktar og legg til að meirihluti bæjarstjórnar samþykki að hafna tillögunni og ég legg það undir fundinn. Hafna, afsakið, já. Já, afsakið, takk fyrir. Já, tillagan þessi. Fulltrúa D-listans leggja til að kannaður verði hver kostnaður við að reisa nýju loftborna Hamarshöll á grunni gömlu hallarinnar hver hann yrði. Leitað tilboða hjá aðilum úti í heimi sem sérhæfa sig í loftbornum íþróttahöllum en það eru mörg fyrirtæki fyrir utan Dúol sem sérhæfa sig í að reisa loftbornar hallir og hægt verið að leita tilboða til þeirra. Legg þetta undir fundinn til samþykktar þegar gefur markið sem samþykkja, tveir sem samþykkja, þess sem eru á móti og það eru tveir sem samþykkja og fimm sem að hafna tillögunni. Þá förum við í næsta lið sem númer 12 og það fyrirspurn frá D-listam kostnaðinn gerð nýs aðalskipulags. Fulltrúar D-listans óska eftir sundurliðun og öllum kostnaði sem áfallinn við gerð aðalskipulags og samgöngustefnu á yfirstandandi kjörtímabili. Jafnframt óska eftir upplýsingum hver stór upphæð en ekki gjaldfærð vegna vinnunnar. Það var óska eftir því að fá upplýsingar þá mælikvarða sem notaðir eru til að meta gæði vinnunnar þessar og þetta inniber meðal annars upprunlega tíma og kostnaðaráætlun sem liggja átti fyrir við upphaf verksins, markmið og hvaða tæki eru notuð til að meta gæði niðurstöður vinnunnar. Og ég ætla að gefa Pétur orðið, gjör svo vel Pétur. Já, við leyfi forseta þá ætla ég að fá að snúta mér. Með leyfi forseta. Okkur gafstu ykkur, nei. Það sýttar hann. Já. Já, það er ýmislegt sem kemur upp á, en bæjarstjóri ætlar að fara yfir þessi minnisblöð munnlega og þau liggja fyrir fundinum gögnum og
Já, ég ætla nú ekki að vera með uppistand hér þannig að hann fer að stýta sér. Já. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Fyrirliggjandi er minnisblað samantekt sem að skipulagsfulltrúi hefur tekið saman og er hluti af gögnunum og þið getið nálgast það í gögnum fundarins, og ég ætla ekki að lesa þetta lið fyrir lið, ég ætla að rúlla í gegnum þetta, ég ætla að fara í gegnum aðalatriðum. Kannski fyrst að segja það að við erum alltaf að vinna eftir bæjarstjórn Hveragerðis sem er í samræmi frá 31. grein skipulagslaga sem var tekin á fundi bæjarstjórnar þann 9. nóvember 2023. Það er ákvörðun að hefja vinnu við nýtt aðalskipulag sem er raun og veru lögbundið verkefni sem að sveitarfélög þurfa að taka afstöðu til hverju sinni. Og á þessum fundi var líka tekin ákvörðun með ráðgjafa og annað. Þannig að það sem er spurt og kemur fram í þetta minnisblað að það búið bókvarðað 60 milljónir vegna aðalskipulagsvinnu nú þegar. Það er gert ráð fyrir að eftir standi eitthvað í kringum 5 milljónir, það er áætlun. Þannig að við erum hins vegar með samningsbundin bara samning við skipulagsstofnun með eftirlit á 21 milljón og þá hafa farið fram viðræður við skipulagsstofnun það að skipulagsstofnun greiði 12 milljónir aukalega vegna aukins kostnaðar við aðalskipulagsvinnu. Þannig að við gerum ráð fyrir, þó að það sé ekki alveg í hendi, að við séum einhvers staðar með tæplega helming frá skipulagsstofnun varðandi kostnaðar aðalskipulag. Það sem er hins vegar áhugavert og gaman að rýna saman í og þetta er mjög skemmtileg fyrirspurn og varð til þess að hér innan dyra urðu bara svolítið skemmtilegar og dýnamískar umræður það hvernig maður metur gæði skipulags. Það er einfaldlega þannig að í sjálfu sér það ekki skipulagsstofnunar að meta gæði skipulags en hins vegar eru við bara undir skipulagslögum. Það er skipulagsstofnun sem fer með það eftirlitshlutverk. Þannig og ef ég bara nefni ykkur sem dæmi að núna er tillaga nýja aðalskipulagi að koma tilbaka frá skipulagsstofnun og fer þá í auglýsingu. Þá er skipulagsstofnun búin að fara í raun og veru í gegnum skipulagið og athuga hvort það sé einhverjir stærri annmarkar á skipulaginu. Þá er þetta ekki algjörlega gegnum lýst, heldur farið í gegnum hvort það sé einhverjir stórfelldir annmarkar á skipulaginu áður en það fer til auglýsingar. En þetta er raun og veru kannski metur ekki gæðin, heldur einfaldlega hvort að bara skipulagið standist lög. Það sem metur gæðin er náttúrulega bara fyrstu kjörni fulltrúar. Það er bara íbúarnir í bænum sem meta gæðin. Það er með þeirra umboði sem að kjörni fulltrúar koma að skipulaginu og það er í þeirra umboði sem að skipulagið er síðan samþykkt og það er efni skipulagsins sem er raun og veru það sem að íbúar bæjarins er að setja fram. Þetta er grundvallaratriði. Þannig og kannski einhver leyti þurfum við að minna okkur oftar á að það er náttúrulega aðalskipulag, er náttúrulega fyrst og fremst vilji bæja til mótunar og þróunar bæjarins. Þannig að í grunninn eru þetta svona svörin, kannski örlítið ítarlegri minnisblaðinu sem þið kynnið ykkur og ég skal glaður svara þá fyrirspurnum ef það eru einhverjar. En bara svo ég fari í gegnum það að það er sem sagt búið að bóka 60 milljónir vegna vinnu við aðalskipulagi. 21 milljón endurgreiðsla frá skipulagsstofnun og þar af eru 11 milljónir reyndar, ekki 12. 11 milljónir sem við höfum vilyrði frá skipulagsstofnun vegna í raun og veru aukins kostnaðar við þetta aðalskipulag. Þannig að þetta eru svona í meginatriðum yfirferð á minnisblaðinu og svo bara er hægt að kynna sér það betur og fer undir gögnum fundarins. Takk fyrir. Pétur, frekar spurningar eða hvernig sem vilja kveðast laus? Þá tel ég þessum lið bara búið að svara honum og við skellum okkur í næsta lið. Ég tók fram fyrir hendurnar okkar áðan og las upp Bara svo það væri tíð. Ég bátt að við komum með leið en má ekki bara bjóða þér að fá orðið Friðrik og Alda, gjör svo vel og fylgja þessu úr vör.
Já, forseti, ég var tilbúin í sæti og svo bara kom þetta allt í belg og byrju. En allt í fína, ég bara lesi þetta aftur, við leggjum það bara áherslu á þetta. En fyrirspurn okkar hljóðar svo. Fulltrúar D-listans óska eftir, við erum ekki réttu stað? 13, þetta nú er. Já, hérna er þetta. Ég er að lesa ná sinn. Það mér að kenna, ég fá með þetta alltaf í að mikið sem. Fulltrúar D-listans óska eftir upplýsingum hver staðan sé á uppbyggingu íþróttamenningu í Hveragerði. Hvenær megi ég vona því að hægt verði að æfa og spila knattspyrnu á nýjum gervigrasvelli sem er í byggingu upp í dag. Þá óskað eftir upplýsingum hvenær ný viðbygging íþróttahússins við skólamerk verði tekin í notkun. Einnig óskað eftir upplýsingum heildarkostnað sem fallið hefur til við byggingu gervigrasvallarins frá því að ákvörðun var tekin að fara af stað í það verkefni sem og heildarkostnað sem fallið hefur til vegna viðbyggingar við íþróttahúsið. Og undirritar þetta Alda og Friðrik. Takk fyrir þetta Alda. Pétur, svo. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Eins og í fyrri lið þá er hér minnisblaða frá bæjarstjóra og í þessu minnisblaði eru í raun og veru meðfylgjandi önnur 2 minnisblöð sem að fara í gegnum stöðu þessara 2 framkvæmda. Annars minnisblaði er í raun og veru frá verkís samantekt á verkstöðunni sjálfri og seinna minnisblaðið er hluti af lið sem við tókum fyrir á þessum fundri frá bæjarráði 7. nóvember. Það er minnisblaðið. Já, ok. Þá skal ég eitthvað spurning hvort við getum einhvern veginn. Ég er ekki með að skrifa það sko. Nei, ok. Varstu ekki með það? Ekki tafla, ég er bara mannið utan á. Já. Þannig Árum mennur. En ég rúllaði gegnum þetta minnisblaði, við sjáum til hvort við getum fundið eitthvað. Það taka bennilega. Já, er það ekki? Já. Nú tökum við örstuðt fundarinn. Erum við það? Hvað var þetta?
Þá höldum við áfram klukkan 18:21. Pétur, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og það er góðir tilhöfundir. Ég biðst afsökunar, ég misskildi aðeins lífið. Ég hélt að vera að tala um mannagagn en það er búið að dreifa núna minnisblaðinu og við getum aðeins rúlega gegnum þetta. Fyrst er bara að bera nefna, og ég þakka fyrir fyrirspurningu. Það er ótrúlega gott og mikilvægt að geta rúlega aðeins í gegnum þessi tvö stóru verkefni sem er okkur sameiginlega mjög mikilvæg. Ef ég byrja bara á gervigrasinu, þá er bókfærður kostnaður núna á þessu ári 241 milljón. Og það er bara staða núna sem var tekin í upphæðu vikunar. Þannig að við gerum hins vegar ráð fyrir að kostnaðurinn fari upp 350 milljónir giska þegar að gervigrasið er komið á næsta ári. Verkstaðan á þessu mannvirki er svo að við vorum að gera tilraun til þess að setja niður grasið fyrir vetur og við eigðum smá von núna fyrir viku eða svo og töldum að það geti gengið eftir en það voru mikil vonbrigði að þurfa að frá að hverfa með það. Þannig að staðan er svo að við erum að bíða eftir veðurglugga til þess að geta límt niður gervigrasið. Þar með verður grasið orðið bæði æfingafært og spilfært. En það er ekki mikla líkur á því að við náum því fyrir áramót og svona eðlilegt mætti halda að við ættum að sæta færist einhvern tímann í mars. En við eigum samt ákveðin dæmi það að gervigras hafa verið lögð niður í janúar á góðviðristíð á Íslandi, þannig að það eru alveg einhverjir möguleikar á þessu. Þannig að það sem við gerðum eftir að hafa þurft að frá að hverfa að við erum búin að funda með íþróttafélaginu Hamri og gera grein fyrir stöðunni og mæta strax bara aðkallandi verkefnum eins og finna tíma annars staðar þar sem að æfingar voru ráðgerðar á grasinu núna í nóvember. Ef við förum aðeins síðan yfir nýtt íþróttahús sem er hlið þess gamla í skólamörkinni, þá er jarðvegsskipti núna á bara lokametrum og við gerum ráð fyrir þegar þau ljúki þeirri framkvæmd núna í lok nóvember. Við langar aðeins að koma inn á mál sem við höfum kannski ekkert rætt rosalega mikið samhliða þessari framkvæmd. Er að við notuðum tækifærið og drenuðum að gamla íþróttahúsinu. Sem þýðir að við höfum upplifað dálítið stórfellda leka á tímum í kjallaranum þar sem fer fram heilmikil starfsemi, heilmikil íþróttastarfsemi og hefur verið mjög hvimleitt. Þannig að við erum búin að drena að húsinu og gerðum það bara mjög myndarlega þannig að við teljum að við sem komin í veg fyrir það. Það sem er þá næsta dagskrá er að nú er verið að vinna útboð fyrir stál og steypu eins og við köllum það. Þetta mál hefur aðeins farið fram og tilbaka bara í eðlilegri vinnslu og matið hefur verið svolítið hvort að við eigum að fara í tvö sjálfstæð útboð fyrir stál og fyrir steypu eða ræða þetta saman í einn pakka. Það er ekki alveg bara ökonómískar ástæður sem að liggja til grundvallar heldur. Það er ákveðin samlegð í því að vera með stál og steypu saman vegna þess að þetta getur orðið mjög viðkvæmt ef framkvæmdin talar ekki nákvæmlega saman á verktíma. Þannig að niðurstaðan var sú og ráðgjöf sem við fengum frá Verkís á endanum og fylgdum henni er að bjóða þetta út saman. Vonir standa til að geta farið með þetta útboð núna í desember og tekið afstöðu til þess strax á nýja ári. Þá fer þessi framkvæmd af stað. Það sem ég held að sé mjög mikilvægt þá að hafa í huga er að við þurfum svolítið að fylgja þeirri framkvæmd eftir og sjá hvernig hún gengur til þess að geta metið að hvenær verði farið að sprikla inn í íþróttahúsi. En það er alveg ljóst að leið við sjáum steypun og stálvirki rísa, þá náttúrulega erum við komin vel á veg í verkefninu. En við erum að gera ráð fyrir 500 milljónum í fjárfestingaráætlun ársins 26 í þetta verkefni. Og við þurfum að halda í raun og veru þeim lið kannski svolítið opnum vegna þess að ef það gengur framar vonum og ég ætla bara að leyfa mér að gera, þá þurfum við kannski að taka afstöðu til þeirra ákvarðanir og jafnvel bæta í. Þetta er bara eitthvað verklag sem við höfum tileinka okkur í þessum framkvæmdum hingað til og hefur reynst okkur vel.
Og það sem er reynst okkur langbest er að vera með allt verkefnið soðið saman á einum staði í byggingarnefndinni. Og byggingarnefndin mun koma saman strax þegar við erum komið með útboðslýsinguna klára, þá erum við kynnt í byggingarnefnd áður hún fer fyrir bæjarráð og bæjarstjórn. En vonandi náum við þessu inn í bæjarstjórn 2000 í desember, ég er ekki gott að þetta sé allavega 2000 og eitthvað. 2025. Þannig að þetta eru en það er líka spurt hvað er búið að bóka á nýja íþróttahúsið og það eru 179 milljónir á þessu ári. Og ég vek athygli á því að við tókum tilboð jarðvegsskipti upp á 79 milljónir, þannig að þetta er 100 milljón króna aukning á því og það náttúrulega hefur farið vandlega ofan í og það bara einfaldlega grunnurinn var ekki eins og við gerðum ráð fyrir og það er bara þannig með jarðvegsskipti að það er sennilega svona eitt af svona stærstu óvissu þáttunum í framkvæmdum og svo sáum við líka í þessum jarðvegsskiptum að gamla íþróttahúsið var kannski ekki grundað eins og hönnunargögn gerðu ráð fyrir, þannig að við þurftum að taka afstöðu til þess og draga húsið aðeins frá. Þetta er búið að vera margar svona, bara ákvarðanir sem við höfum þurft að taka í sameiningu og leysa í sameiningu og þá ætla ég bara að segja að lokum það sem skiptir mig mestu máli og ég sé að það er lykilatriði í velgengni verkefnisins að það er að við höfum getað og okkur er auðnast að taka þessar ákvarðanir saman. Við höfum getað einhvern veginn rætt okkur niður og niðurstu í byggingarnefnd, við höfum getað tekist á við krefjandi aðstæður og haldið síðan áfram og það er raun og veru gefið mig góða vonir að þetta klárist á endanum og verði íþróttahús í mestu og bestu gæðum. Það er það sem við viljum standa fyrir. Ég held að ég hafi farið í gegnum þetta svona að mestu leyti. Ef það er einhverja fyrirspurn þá kem ég glaður upp og svara. Já, forseti, þakka fyrir þessa yfirferð. Þetta erum við að vera vel upplýst þetta en það er bara gott að fá þetta svona niðurnjörvað hvernig raunveruleg staðan er. Og ég nefndi það við Pétur í símann á föstudaginn að við vorum búin að útbúa þessa fyrirspurn áður en það kom í ljós hver staðan var á gervigrasinu. Það var ekki bara út af því sem við settum fram þessa fyrirspurn, en bara náttúrulega leiðilegt með hvernig fór með það, en get ekki klárað þetta fyrir veturinn. En það er bara eins og það er, við ráðum ekki við veðurguðina. Annars bara vona ég að við náum að klára þetta allt. Vel á það. Takk fyrir þetta, Björg. Það gladdi mig mjög þegar ég talaði við góða kollega í Kópavoginum þegar þau minntu mig á það að það var sett gervigras á Færulöndin í janúarmánuði 2018-19. Þannig að það er ekki öll von úti, en þetta maður þarf svo sem líka að vera raunsær en á sama tíma bjartsýnn. Kærar þakkir fyrir þessa yfirferð, Pétur. Þá erum við komin að leið nr. 14, álagningu fasteignagjalda og útsvars hjá Hveragerðisbæ 2026. Og hér er lögð fram tillaga álagningu fasteignagjalda og útsvars hjá Hveragerðisbæ fyrir árið 2026. Og við erum með, kannski bara okkur mælskrá og laust. Eirík. Já, forseti, við erum nú aðeins umræðum þetta í bæjarráði á fimmtudaginn síðasta og ég er með bókun sem við erum búin að útbúa varðandi þetta. Skiptingin nokkrar. En hún hljóðar svo að miðað við fjárhagsáætlun meirihluta okkar Hveragerðis og Framsóknar virðist ekki eiga að standa við samþykkt bæjarins frá því í sumar. Þar var tillaga fulltrúa D-listans að lækka álagningarhlutfall fasteignagjalda á íbúða og atvinnuhúsnæði og að fækka gjaldum að 9 úr 11 í 10 samþykkt. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti í lok maí hækkun á fasteignamati milli áranna 2025 og 2026. Fasteignamat á íbúðarhúsnæði í Hveragerði hækkar 10,1% á milli ára og fyrir atvinnueignir hækkun 11,7%. Er þetta mun meiri hækkun en var
á milli áranna 2024-2025 en þar hækkaði fasteignamat á íbúðarhúsnæði 3,4% og atvinnuhúsnæði 7,9%. Nú standi álagningarhlutfall fasteignagjalda því óbreytt munu fasteignagjöldin hækka mjög á milli ára og því mikilvægt að koma til móts við íbúa fyrirtæki í bænum með lækkun álagningarhlutfallsins. Það ljóst að svigrúm til að lækka fasteignagjöld eins og sést í framlagðri fjárhagsáætlun þar sem gert ráð fyrir að skila afgangi upp á 500 milljónir króna. Og undir þetta Alda og Friðrik. Takk fyrir þetta, Friðrik. Orðlaust. Hingið hvers ljós, þá ætla ég að lesa hérna upp bókun áður en að við förum yfir tölur hér. Á fundi bæjarráðs 19. júní síðastliðnum var tekin fyrir til að deilist á lækkun fasteignagjalda og fækkun gjalddaga fasteignagjalda úr 11 í 10. Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 aftur á móti gert ráð fyrir óbreyttu álagningarhlutfalli fasteignagjalda. Meirihluti bæjarstjórnar Hveragerðisbæ leggur áherslu á að ábyrga fjármálastjórn sem tryggir stöðugleika í rekstri og svigrúm til nauðsynlegra og áframhaldandi uppbygginga innviða. Mikilvægt að sveitarfélagið geti staðið undir nauðsynlegum framkvæmdum og þjónustu til þess að bæta lífsgæði íbúa og styrkja bæinn til framtíðar. Á kjörtímabilinu hefur meirihluti bæjarstjórnar ákveðið að leggja áherslu á markvissan stuðning við fjölskyldur og börn, meðal annars með lækkun leikskólagjalda, gjaldfrjálsum skólamáltíðum í grunnskólum og hækkun frístundastyrks. Með þessum aðgerðum nýtast fjármunir samfélagsins þar sem þeirra er mest þörf og stuðla að jöfnum og bættum hag heimila og stuðla þannig að bættu samfélagi. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamin, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. En hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki eftirfarandi útsvarsprósentur hjá Hveragerðisbæ fyrir árið 2026 verði 14,97%. Fasteignaskattur af húsnæði í A-flokki fyrir árið 2026 verði 0,33%. Fasteignaskattur af húsnæði í B-flokki fyrir árið 2026 verði 1,32%. Fasteignaskattur af húsnæði í C-flokki fyrir árið 2026 verði 1,48%. Lóðarleiga af húsnæði í A-flokki fyrir árið 2026 verði 0,44%. Lóðarleiga húsnæði í B- og C-flokki fyrir árið 2026 verði 1,5%. Vatnsgjald af húsnæði í A-flokki fyrir árið 2026 verði 0,02%. Vatnsgjald af húsnæði í B- og C-flokki fyrir árið 2026 verði 0,17%. Og holræsagjald af húsnæði í A-, B- og C-flokki fyrir árið 2026 verði 0,145. Rótþróargjald fyrir árið 2026 verði 47.000 krónur og fjöldi gjalddaga á fasteignagjöldum verða 11 á árinu 2026. Ég legg þetta undir fundinn til samþykktar. Þeir sem samþykkja þetta gefa merki. Þeir sem setja hjá. Það eru 2 sem setja hjá og meirihlutinn samþykkir. Þá erum við komin í lið 15 gjaldskrár Hveragerðisbæjar 2026 og hér er lögð fram gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Hveragerði, breytingar á gjaldskrá fyrir hunda- og kattgjöld í Hveragerðisbæ, breytingar á gjaldskrá vatnsveitu Hveragerðis, gjaldskrá fyrir sundlaugina í Hveragerði, gjaldskrá fyrir leikskólann í Hveragerði, gjaldskrá fyrir frístund í Hveragerði og gjaldskrá fyrir bókasafni í Hveragerði. Orðalaust. Og engin hvað þessi hljóðs, þá legg ég þessar gjaldskrár undir fundinn til samþykktar þeir sem samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhliða. Og þá er það 16. liðurinn hjá okkur og sá síðasti í dag. En hér er lagt fram fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir 2006 til fyrri umræðu og ég ætla að gefa formanni bæjarráðs Jóhannu Gjörsvall orðið. Takk fyrir. Ég þarf að setja upp gleraugun. Já, hér erum við sem sagt, já, þetta er gleraugun. Setja upp gleraugun. Ég hef sagt svona persónulegu nótunum, þetta er augljóslega fyrri umræða fjárhagsáætlunar en jafnframt svona síðasta fyrri umræða sem að ég mun stýra. Af því ég sagt frá því að ég ætla ekki að gefa kost á mér á næsta kjörtímabili og ég var nú svona rífið upp að ég tók fyrst þátt í fjárhagsáætlun 2011. Og það var nú bara ákaflega gaman að taka þátt í því með þá satt ég nú í minnihluta og sem ungur bæjarfulltrúi, aðeins yngri heldur en í dag, að þá var þetta ótrúlega fróðlegt að setja alla þá fundi og mér fannst ég komast svo vel inn í eða mun betur inn í starfsemi bæjarins með því að taka þátt í þessari fjárhagsáætlun.
og ég á allavega bara mjög góða minningar frá þeim árum, svona til að deila því með ykkur. Nú ertu ekki að skrásetja þetta? Jó, ég er. Já. En hér kynnum við fjármálaáætlun fyrir 2026 og svo 3 ára áætlun. Formáli. Fjármálaáætlun fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun fyrir árið 2027 til 2029 er hér lögð fram. Niðurstaða áætlunarinnar sýnir að rekstur bæjarins styrkist umtalsvert. Í takt við yfirlýst markmið þessa meirihluta og þá uppbyggingu reksturs, innviða og stjórnsýslu sem einkennt hefur tímabilið. Áætlun ársins 2026 er áætlun eflingu gæða og velferðar í íbúa Hveragerðis á grunni ábyrgs rekstrar. Lykiltölur næsta árs. Rekstrarniðurstaða samstæðu er áætluð 530 milljónir og í A-hluta 515 milljónir. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð lækkar hratt úr 122,1% árið 2025 í 97,1% árið 2029. Handbært fé frá rekstri styrkist á tímabilinu úr 302 milljónum í árið 2025 í 1319 milljónir árið 2029. Í framlagðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 eru áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar, aðalsjóðs A og B-hluta alls 6.762. Þar af eru áætlað útsvar og áætluð fasteignagjöld samtals 3.417 milljónir króna og framlög jöfnunarsjóðs áætluð 1.834 milljónir króna. Það er af tekjur bæjarsamstæðu 1.510 milljónir króna. Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema 5.799 milljónir króna. EBITDA Hveragerðisbæjar er 962 milljónir króna. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 432 milljónir króna og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð 530 milljónir króna, sem er mun betri niðurstaða en undanfarin ár þrátt fyrir umfangsmiklar fjárfestingar. Hveragerðisbær hefur staðið að afar mikilvægri og aðkallandi kerfis- og grunnviða uppbyggingu frá upphafi kjörtímabilsins. Framlögð áætlun felur í sér áframhaldandi stórsókn í uppbyggingu Hveragerðisbæjar en gert er ráð fyrir að heildarfjárfesting á árinu 2026 verði rúmlega 926 milljónir króna. Mikil eftirspurn er eftir búsetu í Hveragerði. Þessi eftirspurn gefur okkur tækifæri til að snúa við þeirri þróun í rekstri bæjarins með auknum tekjum sem nýta má í innviðauppbyggingu og til lækkunar skulda sveitarfélagsins og eflingar gæða í allri þjónustu. Þá er það stórsókn í málefnum fjölskyldna. Gert er ráð fyrir áframhaldandi lækkun leikskólagjalda og lækkun frístundastyrksins í skrefum á kjörtímabilinu. Svo verið hefur. Á kjörtímabilinu munu leikskólagjald munu þau hafa lækkað tæp 70%. Í dag hafa 4 framkvæmdir verið gerðar gjaldfrjálsar á leikskólum bæjarins. Gert er ráð fyrir því að árið 2026 verði 2 tímar viðbót gerðir gjaldfrjálsir, þannig í heild verði 6 tímar gjaldfrjálsir. Vistunargjöld á leikskóla voru 29.270 fyrir 8 tíma vistun í upphafi kjörtímabilsins en verða í ársbyrjun 2026 13.200. Haustið 2026 munu þau lækka í 8.800 krónur og hafa þá lækkað tæp 70% á kjörtímabilinu. Frístundastyrkur hefur hækkað 92% á kjörtímabilinu. Frístundastyrkur verður hækkaður núna úr 44.000 í 50.000 en hann var í upphafi kjörtímabilsins var hann 26.000. Foreldragreiðslur á ársgrundvelli eru 1.419.000. Mánaðarlegum foreldragreiðslum til foreldra barna eldri en 12 mánaða sem ekki hafa fengið vistunarboð á leikskóla eða hjá dagforeldri var komið á þann 1. október 2022 og námu þá 110.000 krónum á mánuði. Í dag nema þær 124.000 krónum og er gert ráð fyrir að þær muni nema 129.000 krónum á mánuði árið 2026 og næmi þannig á ársgrundvelli 1419.000 á barn ef full nýttar. Þá er það stórsókn í uppbyggingu íþróttamannvirkja. Í áætlun ársins 2026 er gert ráð fyrir verklokum á nýju fyrsta flokks gervigrasi, knattspyrnumannvirki í bestu gæðum. Þá er gert ráð fyrir að framkvæmdir við nýtt íþróttahús
viðbyggingu við eldra íþróttahúsið við Skólamörk sem hófust á árinu 2025 haldi áfram á árinu 2026. Þessar framkvæmdir marka mestu uppbyggingu íþróttamannvirkja í sögu Hveragerðisbæjar. Stórsókn í fráveitu. Á árinu 2026 er gert ráð fyrir framkvæmdum við nýja og fyrsta flokks viðbyggingu sem verður stækkun við eldri skolphreinsistöð. Stórsókn í kaupum á félagslegu húsnæði. Á árinu 2026 er gert ráð fyrir kaupum á félagslegu húsnæði, rétt eins og á árinu 2024 og 2025. Með áherslu á uppbyggingu á félagslegu húsnæði minnka biðlistar eftir slíku húsnæði og tryggir betur öllum hópum aðgengi að þessum grunnmannréttindum. Stórsókn í gatnagerð og stofnbrautum. Gatnagerð í Hrauntungu í Kambalandi gekk framar vonum árið 2025 og fyrstu 11 lóðunum var úthlutað þar sem umsóknir voru á 600. Á árinu 2026 er gert ráð fyrir að klára götur í Tröllarhrauni og úthluta þeim lóðum. Samhliða gatnagerð í Hrauntungu verður farið að huga að framkvæmdum vegna Vesturmarkar en Vesturmörkin er stofnbraut sem mun gjörbreyta aðgengi og umferðarflæði inn og út úr Kambalandinu. Þannig mun framkvæmdin minnka álag á þær götur sem anna umferð í hverfi í dag og stuðla að bættu umferðaröryggi. Stórsókn í stjórnkerfisbreytingum. Áfram verður haldið að krafti með þær stjórnkerfisbreytingar sem unnið hefur verið að á árinu. Markmiðið er að gera stjórnsýslu Hveragerðisbæjar skilvirkari og betri, gagnsærri og notendavænni. Í takt við þá vaxtarþróun sem sveitarfélagið hefur gengið í gegnum. Nýjar áskoranir kalla á nýja hugsun og ný vinnubrögð til að tryggja hámarksgæði í allri þjónustu sveitarfélagsins. Innleiðing stafrænnar stefnu stendur yfir sem stafrænn leiðtogi hefur umsjón með. Uppbygging í stafrænum lausnum eins og notendaviðmóti og gagnvirkum samskiptum fela í sér leiðir til aukinnar gæða þjónustuna sem leiðir til bættra lífsgæða íbúa sem þurfa að sækja þjónustuna. Þá verður haldið áfram að kappi með breytingar innan stjórnsýslu bæjarins til að tryggja það að stjórnsýsla bæjarins eflist í takt við ört stækkandi bæjarfélag. Almennt rekstur og horfur 2026. Stefnt að því að efla markvisst rekstur eins og framlögð áætlun sýnir. Háttu verðbólgu og vaxtastig og krefjandi ytri aðstæður í fjármálaumhverfinu hafa þó nokkur áhrif á rekstur. Í framlagðri áætlun er tekið mið af ytri aðstæðum og rekstur bæjarins aðlagaður af þeim. Ráðdeildir í rekstri og samhliða því er fjárfest í innviðum í takt við íbúafjölgun. Forsendur fjárhagsáætlunar 2026. Tekjur Hveragerðisbæjar eru útsvar, fasteignagjöld, þjónustugjöld og framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Útsvarsprósenta Hveragerðisbæjar er óbreytt í fjárhagsáætlun 2026 eða 14,97%. Í áætluninni er gert ráð fyrir óbreyttri álagningarprósentu fasteignaskatts. Álagningarprósentur á vatnsgjaldi, holræsagjaldi og lóðarleigu á húsnæði í öllum flokkum breytast ekki á milli ára. Aukavatnsgjald hækkar úr 17 krónum á rúmmetra í 18 krónur, fasteignagjald verða áfram 11. Áhersla var lögð á að létta sem mest á útgjöldum bæjarbúa við endurskoðun og gjaldskrám sveitarfélagsins og stuðla jafnframt að stöðugleika í þróun verðbólgu sem hefur umfangsmikil áhrif á íbúa og heimili í Hveragerði líkt og annars staðar á landinu. Verðhækkanir á gjaldskrám eru samkvæmt vísitölu tæp 4%. Breytingar á gjaldskrá sorphirðu hækkar raunkostnað sem er misjafn eftir stærð og tegundum sorptunna. Forsendur 3 ára áætlunar. Samhliða fjárhagsáætlun 2025 er lögð fram 3 ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2027 til 2029. Forsendur hennar eru eftirfarandi. Vísitala neysluverðs verði 3,2% í upphæði tímabilsins og 2,5% í lok þess, í samræmi við uppfærða þjóðhagsspá sem birt var í september 2025. Tekjur af útsvari hækkun 4% á ári á tímabilinu. Tekjur af fasteignaskatti hækkun 8,4% á ári á tímabilinu. Framlög jöfnunarsjóðs hækkun 4% á ári á tímabilinu. Hækkun launa verður 4% á ári á tímabilinu. Starfsfólki sveitarfélagsins fjölgi 1,3% á ári á tímabilinu.
Annar rekstrarkostnaður hækki 2,5% á ári á tímabilinu. Nú þá það fjárfestingar áranna 2027 til 2029. Áætlaðar fjárfestingar árið 2027 eru 1.038 milljónir króna árið 2028, 785 milljónir króna fyrir árið 2027 það 1.038 milljónir króna, 2028 785 milljónir króna og árið 2029 223 milljónir króna. Stærstu fjárfestingarnar eru bygging 4. áfanga grunnskólans, 1. áfangi leikskóla í Kambalandi, íþróttamannvirki, fráveita og vatnsveita. Allt eru þetta nauðsynlegar framkvæmdir í ljósi íbúafjölgunar og áralangar innviðaskulda síðustu kjörtímabila. Fjárfestingaáætlanir endurskoðun við fjárhagsáætlanagerð hvers árs í ljósi ríkjandi efnahagsumhverfis á hverjum tíma og reglulegar þarfagreiningar á innviðum bæjarins. Þá förum við í skuldir og skuldbindingar áranna 2025 til 2028. Markmið meirihluta bæjarstjórnar þrátt fyrir miklar fjárfestingar vegna innviðauppbyggingar og lántöku, verði skuldir samstæðu vel undir lögbundnu 150% skulda viðmiði. Eins og eftirfarandi tafla sýnir skuldastaða sveitarfélagsins vel undir lögbundnum viðmiðum og vænkast með styrkingu reksturs bæjarins. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun munu skuldir samstæðu marka þróast með eftirfarandi hætti að teknu tilliti til þess að samkvæmt fjármálareglum sveitarfélaga heimilt að draga frá skuldum skuldbindingar vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Fyrir árið 2026 þetta 111,0% af tekjum, árið 2027 þetta 112,4% af tekjum og fyrir árið 2028 þetta 109,4% af tekjum, 2029 97,1% af tekjum, eins og við sjáum hérna á myndinni á leirunum. Nú að lokum, eins og áætlun ársins 2026 gefur glögga mynd af, þá áfram haldið af krafti í uppbyggingu og styrkingu Hveragerðisbæjar, íbúum til aukinnar velferðar og bættra lífsgæða. Samhliða allri þessari uppbyggingu mikilvægt að huga af skynsemi og ábyrgða fjármálabæjarins og tryggja jafnvægi verði í rekstri sveitarfélagsins. Það lykilforsenda ef vel á að takast til. Í áætlun ársins 2026 gert ráð fyrir umtalsverðri rekstrarstyrkingu bæjarins. Það kappsmál meirihlutans að þjónusta íbúa Hveragerðis sem best og styðja hér við að lífsgæði bæjarbúa verði eins og best verði á kosið á hverjum tíma. Áhersla lögð á fjölskylduna, stuðning við barnafjölskyldur, öflugar menntastofnanir, fjölbreytt atvinnulíf, gæðaríkt íþrótta og frístundastarf. Að heilsuefling íbúa á öllum aldri sé í hávegum höfð og menningin haldi áfram að blómstra. Það hefur verið einkenni á seinni hluta þessa kjörtímabils að samstarf minni og meirihluta hefur verið með ágætum. Þannig hafa bæði rekstrar og fjárfestingaáætlun verið samþykkt samhljóða. Þetta hefur gefið góða raun og verið lykilforsenda í velgengni bæjarins, íbúum til heilla og hagsbóta. Minnihluta þakkað samstarfið. Meirihlutinn vill koma á framfæri einlægum þökkum til bæjarstjóra og skrifstofustjóra, hún ekki hérna með okkur en hún heyrir þetta, fyrir óeigingjarna og umfangsmikla vinnu við gerð fyrirliggjandi fjárhagsáætlunar. Fjárhagsáætlanir einstakra deilda unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og þeim jafnframt þakkað fyrir sitt góða framlag. Öðru starfsfólki Hveragerðisbæjar einnig færðar þakkir fyrir gott samstarf við fjárhagsáætlunargerðina. Bær í blóma, Hveragerði í blóma. Þá hef ég lokið máli mínu. Bara takk fyrir að hlusta. Takk fyrir þetta, Jóhanna, og fyrir laust. Enginn fyrir þessi ljós. Ég get alveg hvernig. Já, bara endilega, ljós. Það verslir. Forseti. Ég veit að þetta bara fyrir umræðun á þessu umræðu hérna fjárhundla næsta árs. Langar að fara hér aðeins og segja bara svona
það ánægjulegt að vera starfandi meirihluta og sjá þau markmið sem við settum okkur í upphafi kjörtímabilsins vera raungerast. Það meðal annars í fjárhagsáætlun. Þegar við tókum hér við að þá var ársreikningur síðasta árs næstu 366 milljónir í mínus. Og hér gert ráð fyrir að árið 2026 að þá skilum við 530 milljónir krónum í plús og útgönguáætlun fyrir næsta ár gerir ráð fyrir 197 milljónir plús. Og þetta einmitt það markmið sem við settum okkur samhliða því að fara inn í metnaðarfulla uppbyggingu og innviðum. Þannig að við vissum að þetta yrði ansi krefjandi, en það er ánægjulegt að sjá að það stefnir í að við séum að ná þeim markmiðum. Ég langar bara að sýna ykkur þessa fallegu mynd hér. Setti liti okkar Hveragerðis og Framsóknar á svona, fannst það við hæfi. Hér sjáum við hvernig staðan var hérna frá 2019 og til 2022 og svo hér þegar við erum rétt úr kútnum hérna 2024, þetta er næsta ár og svo er áætlunni hér. Og auðvitað þetta áætlun, þetta græna hér, en það er allt sem að stefnir, það er allt sem að svona, hvað ég að segja, það stefnir í að þetta muni rætast mjög. Svo við sjáum meðal annars á útgöngusporninni fyrir næsta ár, það var gert ráð fyrir minni afgangi, en það virðist alltaf vera meiri á næsta ári. Þannig að svona, kannski meira persónulegt að það er mjög gaman að upplifa að sjá að áætlanir og markmið sem við settum okkur hér fyrir nokkrum árum að raungerast. Svo ég taki bara undir því að í upphafi kjörtímabils þá sáum við hér í meirihluta og öll ný í meirihluta og það voru mörgum sem fannst áætlunin okkar, þriggja ára áætlunin okkar svolítið djörf og við ætlum að það voru alls konar orð sem voru látið falla. En við segjum, og sagan segir sér svolítið sjálf og ef við lítum tilbaka þá sjáum við eins og Njörður kom inn á að þetta er búið að vera krefjandi og þetta eru búin að vera stóru framkvæmdir sem við höfum verið að standa frammi fyrir og alls konar verkefni. Þau hafa ekki öll gengið jafn vel eins og við lögðum upp með í upphafi en það væri líka skrítið ef allt myndi ganga alveg áfallalaust fyrir sig. En það sem ég held og við finnst þetta er svona persónulegur nótum hérna í dag hjá okkur öllum að við sjáum, íþróttahúsið komið vel á veg, við sjáum glæsilega byggingu við leikskólann, við sjáum gervigrasvöllinn, við sjáum viðbygginguna við skólann. Þrátt fyrir alla þessa gríðarlegu uppbyggingu sem er búið að raungerast, við sjáum þetta, gatnagerðin og fleira, að þá bæjarsjóðurinn hann stendur styrkum fótum og við erum að taka verkefnið föstum tökum af ábyrgð og festu. Og ég tek undir bara að þetta er búið að samstarfa við starfsfólk bæjarins og ganga vel og við bara heilt yfir bæjarstjórn vera samstíga í þessu þá gerast hlutirnir betur og hraðar. En ef engir fleiri kveða sér hljós þá ætla ég að leggja til að við samþykkjum að vísa fjárhagsáætluninni í aðra umræðu. Ég legg það undir fundin til samþykktar, það gefur merki sem samþykkir og það er samþykkt samhliða. Þá slítum við útsendingu og lesum yfir fundargerð og ég þakka fyrir í dag.